En í torfærakstri sem framfór í Bolöldum rétt fyrir ofan Sandskeið á sunnudaginn, það er að segja í gær. 11 bílar mættu til leiks og við verðum ekkert að tvínóna við þetta. Við hellum okkur beint í slaginn og nú var dregið rásröð. Fyrstur af stað er Íslandsmeistari og bikarmeistari í götubílaflokki frá síðastliðnu ári, Ragnar Róbertsson. Og það er búið að gera smávægilegar breytingar á stigagjöf. Fyrir það að fara alla leið fá menn nú 350 stig í stað 300 áður, þannig að eftir talsverðið er að slægjast. Ragnar Róbertsson hefur, eins og ég sagði áðan, til að verja og nú er bara spurningin hvort hann þolir þá pressu. Og síðastliðnu ári ók hann alltaf á eftir Gunnari Gunnarsinni. En nú er dregið í rásröð og hann gerir mistök hér miðja braut, fær 160 stig fyrir lengdina, 110 samtals. Ekki byrjar það nú vel og þá er það Íslandsmeistarinn yfir heildina frá því fyrra og bikarmeistarinn Gísli Gunnar Jónsson. Gísli mætir á Arctic Truck bílnum óbreyttum frá síðastliðnu ári. Og rétt eins og Ragnar Róbertsson á hann til að verja, við erum vel í gegnum þetta lið, refsilaust. En missir svo bílinn á annað afturhjólið hér og snýst og er kominn út úr braut. Og rauða flaggið er komið að loft, hann fær aðeins 160 stig fyrir þessa tilraun sína í staðinn fyrir 350 stig. Tapar hér tæpum 200 stigum á því að bíllinn snerist upp á hægra afturhjólið. En þá er það Gunnar Ásgeirsson, kominn með nýja vél eftir litríkt síðastliðið sumar þegar hann margsinnis sprengdi upp úr. Ekkert nýtró að þessu sinni og þar að auki er búið að gera talsverðar breytingar á framhjólabúnaði og gera framhjólabúnaðinn mun sterkari heldur en hann var í fyrra. Það er nú óeðlilegt að sjá svona reyk úr nýrri vél en hann er að ryðja niður dekkjum hér, allavega búinn að snerta tvisvar á mínus 20 stigum og þarna fara nú sennilega ein 40 í viðbót. En ætlar hann að vera fyrstur hér til þess að ljúka við þraut á 350 stigum? Já, en hann tapar 90 stigum á því að ryðjast yfir dekkin og færa hans 260 stig. Gott hjá Gunnari Ásgeirssyni samt. Þá er það Guðmundur Pálsson, hefur ekki keppt undir merkjum Landssambands íslenskra akstursfélaga í tæp 2 ár. Hann kemur frá Akureyri og ekur Krílinu. Ákaflega nettur ökumaður. Gerir þetta vel en þó, tapaði þarna 20 stigum. Og þessi hola þarna reynist honum erfið, rétt eins og hún reyndist Gísla Gunnari Jónssoni erfið og Ragnari Róbertssoni. Hann fer þó enga veltu hér og fær aðeins 140 stig. Þá er það Daniel Gunnar Ingimundarson á Thunder 2, Green Thunder nr. 2 og það er gamli góði reykurinn sem er kominn aftur og hér kviknar eldur utan á pústgreininni hægra megin á vélinni. Tiltölulega lítil hætta í kringu þetta. Ef ekki heldur áfram að flæða út olía. Þannig að þetta sloknar af sjálfum sér en hann fær aðeins 90 stig, 190 fyrir lengdina og mínus 100 stig. Bjarki Reynisson keppir í götubílaflokki eins og Ragnar Róbertsson. Og kominn á sama stað eins og Ragnar Róbertsson en hikaði augnablik, fær 110 stig. 130 fyrir lengdina. Og þá er það Árni Jens Einarsson. 50 stig í mínus hér í sinni fyrstu keppni eftir því sem best veit. Ólafur Oddgeir Einarsson var skráður til keppni á þessum bíl en Árni Jens keyrir í stað hans. 220 stig fyrir lengd og mínus 120. Þá er það Haraldur Pétursson sem sótti grimmt að Gísla undir lok síðasta keppnistímabils og varð að lúta lægra haldi bæði í Íslandsmótinu og heimsbikarmótinu. Haraldur gerir þetta vel, refsilaus en þá. Og framendin orðinn allt öðruvísi en hann var. Hann var með sjálfstæða fjöðrun en nú er hann komið með þyngri búnað. Ásingu eins og sagt er og Haraldur er á leiðinni hér í endaliðið og er inn í braut. 350 stig fyrir lengdina og aðeins 20 refsistig. Vel gert hjá Haraldri, 330 stig og er þar með í fyrsta sæti. Björn Ingi Jóhannsson náði sínu fyrsta sigri í torfærukeppni í þessum sömu gryfjum í loka umferð heimsbikarkeppninnar í fyrra. En hann riðlast hér á dekki, mínus 20 stig, á að fara niður fyrir þetta dekk, já. Gerir þetta vel.
og sleppur vel í gegn. Það aðeins 20 stig töpuð eins og en einhverju hluta vegna þá fer hann ekki hér upp. 220 fyrir lengd og 20 refsistig. Þá Sigurður Þór Jónsson og geysilega öflugum bíl og kominn með mikla reynslu, hokinn af reynslu. Vel gert hjá Sigurði. Fyrstu menn voru í vandræðu með þetta hlið en ekki Sigurður núna. Snertir hérna mínus 20 stig. 20 stig geta skilið á milli manna undir lokin, þannig að menn þurfa að varast að snerta dekkin. Eftir kosti 20 stig í mínus, 350 fyrir lengdina og 330 stig. Jafnar Harald Pétursson í fyrsta sæti. Þá það Gunnar Gunnarsson í götubílaflokki, snertir mínus 20. Hann að keppa við Ragnar Róbertsson og Bjarka Reynisson. Minni dekk á þessum bílum og Gunnar búinn að snerta tvisvar, þrisvar allavega. Og sjáu þið þetta á götudekkjónum, götubílnum upp alla leið 350 stig, 290 alls eftir að 60 stig hafi verið dregin frá. Vel gert hjá Gunnari Gunnarsinni og hann tekur forystu í götubílaflokki. Og staðan að lokinni einni braut, Haraldur Pétursson og Sigurður Þór Jónsson báðir með 330 stig. Gunnar Gunnarsson í þriðja sæti, Gunnar Ásgeirsson í fjórða, Björn Ingi í fimmta, Gísli Gunnar í sjötta, Guðmundur Pálsson í sjöunda sæti. Ragnar Róbertsson velti og skemmti hjá sér veltibúrið og það var óljóst hvort að hann myndi ná inn í þraut nr. 2 á réttum tíma. Hann var næst síðastur að staðið í þrautina, Gunnar Ásgeirsson. Og hann snertir hér hvíta dekki vinstra megin og það eru mínus 20 stig. Það var nú eiginlega svolítið klaufalegt og aftur snertir hann önnur 20 stig farinn. Hann þurfa að vanda sig í gegnum hliðin. Hann búinn að tapa hér 40 stigum í tveimur mjög auðveldum hliðum og aftur snertir hann 60 stig töpuð. Síðan það hliðarhallinn. Það þarf að ná þarna vel upp fyrir og svo snertir hann rauða dekkið á neðanverði í þessu hliði. Hann er búinn að tapa 80 stigum. 350 fyrir lengd, 270 alls, komið með 530 stig. Þá er það Guðmundur Pálsson. Sjáum að þetta miklu betur gert heldur en hjá Gunnari Ásgeirssyni. Hann refsilaus ennþá, enga refsingu. Rennur hér út að hlið, snertir rauða dekkið, mínus 20 stig. Það var kostur fyrir hann, hefði verið kostur fyrir hann að fara beint í gegnum hliðið og taka beygina seinna. Gerir þetta hins vegar vel og hangir ofarlega en fer þó yfir rauða dekkið og tapar stigum. 40 stig í mínus, 450 alls, Haraldur Pétursson. Og líkt Gunnari Ásgeirssyni kominn í gegnum tvö hlið á þess að fá mínus en einhverju hluta vegna þá virðist Haraldur hafa gleymt rauða dekkinu og ekkur beint yfir og þá tapast 50 stig. Haraldur með sér smíðaða stífur undir bílnum að framann sem eru hengbognar viljandi einmitt til þess að bílinn leggi mikið á en Haraldur tapar hér 70 stigum. Þetta algjör óþarfi hjá okkar bestu torfæraökumönnum að vera ryðjast svona yfir dekkin. Björn Ingi refsilaus þegar hér komið sögu og velgert, nær afturendan þarna upp fyrir. Það voru að hanga ofalega, aðeins snertir þarna mínus 20 stig. Góð keisla, sjáu þið 350 stig fyrir lengd, mínus 20 stig. Þá var það Sigurður Þór Jónsson. Sigurður fór alla leið áðan, Björn Ingi fór ekki alla leið og það kann að reynast beinni dýrkeypt. Velgert hjá Sigurði. Svo var hann á afturendanum upp fyrir rauða dekkið sem hann gerir og hanga ofarlega. Nei, hann hékka ekki alveg nógu ofarlega. Og Sigurður, jæja, aðeins 20 stig í mínus, komið 660 stig. Þar með kominn í forystu. Gunnar Gunnarsson var þriðji fyrir þessa braut nr. 2. Og snilldarlega í fyrstu braut og að aka vel hér líka. En snertir þarna rauða dekkið, náði ekki afturendan nægilega hátt upp og lendir svo of neðarlega.
70 refsistig, fær hans 280 stig, komið 570 alls og í 3. sæti áfram. Ragnar Róbertsson næstur og hann náði að bæta við stífu í búrið þar sem að svo skemmta var boginn og fékk leyfi öryggisstjóra til þess að taka þátt í þrautinni. Ragnar einn þeirra ökumanna sem að vandar sig alltaf og sleppur oft mjög vel frá brautarmerkingum án þess að rekast í brautarmerkingar, en mínus 20 stig þarna og lendur svo neðarlega ekki alveg nú ákveðin í að hanga uppi efst á brúninni. 90 refsistig, kominn aðeins með 370 stig, þá það Gísli Gunnar Jónsson. Síðastur hér í braut nr. 2, tveir fyrstu í hverri braut fara aftur fyrir í næstu braut og Gísli refsilaus. Já, nær aftur endanum upp fyrir, hangir ofarlega en rétt snerti rauðadekkið og tapar við það 20 stigum en kominn með 490 alls. Gísli Gunnar Jónsson í 7. sæti, Gunnar Ásgeirsson í 5., Björn Ingi í 4., Gunnar Gunnarsson áfram í 3., Haraldur Pétursson í 2. sæti og í forystu Sigurður Þór Jónsson á Toshiba tröllinu. 3. þraut, löng og erfið og það Daniel Ingimundarson sem á að fara fyrstur. Hann að koma yfir í sérútbúnaflokkin, áttar sig ekki alveg á því hvernig hann á að haga sér hér og fær aðeins 10 stig fyrir lengdina og mínus 20 fyrir að snerta dekra. Bjarki Reynisson í götubílaflokki og þetta gríðarlega erfið þraut fyrir götubílaflokkin. Bjarki ekki á því að gefast upp þó að honum hrynji sandur og möl og niðurstaðan hjá honum 0. Þá það næst Haraldur Pétursson. Sjáið þið muninn hvað þetta létt þegar að menn á léttum bílum með aflið og stóru dekkin, en þetta bara rétt að byrja þrautin. Vel gert hjá Haraldri að hanga ofarlega þarna og sleppur aftur, sýnist mér, upp fyrir rauðadekkið. Hvítt á að vera á vinstri hönd og þá það lausasta efnið í brautinni. Hér engu líkar en að Haraldur sé bara hreinlega of léttum bíl. 190 stig fyrir lengd, 20 í mínus. Björn Ingi híkar hér augnablik og missi bílinn upp í veltu en honum tekst að bjarga sér frá veltunni. Sjáið þetta, það alveg 90 gráður en með því að standa gjöfin í botni að þá nær hann að bjarga sér en brýtur við það stýrisbúnað hægra megin að framann. Og út úr vinstra hjólinu skuttlast lokið á læsinguna. Og ekki hafði nú Björn Ingi mörg stig upp úr krafsinu núna. Þá það Sigurður Þór Jónsson, var í forystu þegar hér var komið sögu. Lendur á niðarlega hér, fær refsingu. Og aftur, það má ekkert slá af. Gert hjá Sigurði, enda hliðið þarna upp á brúnni, 350 stigin bíða þarna uppi en Sigurður fer ekki lengra en þetta og það opna nú möguleika fyrir aðra keppendur, þar á meðal Íslandsmeistarann frá í fyrra Gísla Gunnar Jónsson. Sigurður fær aðeins 110 stig hér. Það var Gunnar Gunnarsson og hann fer af stað með brotin öxul hægra megin að framann. Þetta nú hlutur sem á ekki að koma fyrir hjá reyndumönnum. Það eins og að fari fram hjá honum og hans aðstoðarmönnum að hægri öxullin var brotin. Þá það Ragnar Róbertsson, getur minnkað muninn í Gunnar Gunnarsson í hörðumslag í götubílaflokki. En hann missir bílinn hér of mikið upp í móti og hann hefur aðeins 70 stig upp úr krafsinu. Þá það Gísli Gunnar Jónsson á möguleika á því að komast upp fyrir Sigurður Þór Jónsson. Hangir hér vel ofarlega. Nákvæmlega sama hátt og í fyrstu braut þá sest bílinn á hægra afturhjólið og byrjar að velta en Gísla tekst með einhverjum ótrúlegum hætti að bjarga sér frá veltu. Ég held hann hafi jafnvel verið meira oltinn heldur en Björn Ingi. 150 stig hefur hann upp úr krafsinu, það 40 stig meira heldur en Sigurður Þór Jónsson. Sjáið þetta. Já, hann var kominn yfir 90 gráðurnar en tekst að bjarga sér. Þá það Gunnar Ásgeirsson. Hann á nú möguleika á því að komast upp fyrir Sigurður Þór. En eins og Ragnar Róbertsson, þá missir hann bílinn
beint upp í brekkuna og fær aðeins 150 stig, já hérna. Þá er það Guðmundur Pálsson. Vel gert hjá Guðmundi. 210 stigum frá fyrsta sætinu. Áður að farið var að stað í þessa braut, fær 200 stig og hann er komin upp í þriðja sæti með 650 stig. Gísli Gunnar Jónsson komin upp í fjórða. Sigurður Þór fallinn úr fyrsta sætinu. Haraldur Pétursson hefur tekið forystu með 780 stig. Þrjár þrautir brúnar og þá er það fjórða braut. Haraldur Pétursson fer fyrstur. Mikill hliðarhalli og geysilega laust efni og hann er að ryðja niður dekkjum hér og er búinn að taka 3 dekk á mínus 50 stigum. 150 refsistig er allavega það sem að hann er búinn að sanka að sér og fékk aðeins 70 stig fyrir brautina. Það var Sigurður Þór Jónsson. Það er nú eiginlega alveg öruggt að Haraldur Pétursson tapar af forystunni hér og Sigurður Þór Jónsson fær einnig aðeins 70 stig. Já, hérna. Og þá er það Gunnar Gunnarsson. Hann fær 100 stig. Það er 30 stigum meira heldur en strákarnir í sérútbúnarflokknum og Ragnar Róbertsson. En hlíðin fer öll af stað hér. Þetta er geysilega fínt efni og hann fær aðeins 80 stig, komið 520 stig. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Hann nýtur þess að aðrir eru búin að fara á undan hérna og hangir vel ofarlega. Vel gert hjá honum og í gegnum þetta lið og bara búin að snerta einu sinni og veltur eða hvað. Nei, aftur bjargar hann sér. Þessi braut batnaði eftir því sem hann leið á og Gísli bjargar sér hér frá veltu á ótrúlegan hátt. Og fékk fyrir vikið að lokinni þessari keppni tilþrifaverðlaunin fyrir þessa björgun en hann fékk aðeins 150 stig af 350 mögulegum. Og aðeins 50 refsistig. Gunnar Ásgeirsson og Guðmundur Pálsson eiga báðir eftir að fara. Þá kemur Gunnar Ásgeirsson. Og já, hangir vel þarna uppi. Svo fara 50 stig hér. Gert hjá Gunnari. Og hann nær öðrum besta árangri hér í brautinni og er komin upp í annað sæti með 910 stig. Þá er það Guðmundur Pálsson. Sjáuð hvað hann fer ofarlega. Hann er sveimir þá að fara í gegnum þessi fyrstu 3 hlið refsilaust. Já, og uppætlar hann, já, og tekur þar með forystu í keppninni. Glæsilegt hjá Guðmundi Pálssyni, fær 320 stig fyrir þessa braut, er komið með 970 stig og forystu í brautinni þegar 4 þrautir eru eftir. Þeir maður sem kann ekki gefast upp og taki eftir gulklæddu mönnunum þegar hlíðin hreinlega hrynur undan þeim. Þið hleyptuð úr loftboðanum öðrum megin. Já, við gerum það í hliðarhöllum. Það munar öllu. Það skilaði sér alveg. Já. Er vélin að vinna hjá þér? Hún fín. Við ætlum bara að prófa hann í dag, ekkert með nýtró og svo bara sjáum til þessa keppni hvort við þurfum þess ekki og kemur í ljós bara. Kom þetta sjálf þér á óvart hvað þú fórst lágt? Já, ég hélt þetta væri búið. Ég sá eiginlega ekkert neitt nema sand þarna fyrir neðan. Sá ekki dekkin eða neitt. Þú ert með talsverða forystu hér þegar 4 þrautir eru eftir. Já. Hvað mikið? 50 stig. Já. Það gæti verið lítið líka. 50 stig sagði ég, en þau eru 60. Guðmundur Pálsson leiðir, Gunnar Ásgeirsson er annar, Haraldur Pétursson fallinn í 3. sæti, Sigurður Þór Jónsson kominn upp fyrir Gísla Gunnar Jónsson, Gunnar Gunnarsson leiðir í götubílaflokki og Björn Ingi er að færast neðar á listanum. 5. þraut, Sigurður Þór Jónsson. Byrjar á því að snerta hér hvíta dekkið og tapar 20 stigum. Þetta er svona bara byrjunin á brautinni. Erfiðast í hjallinn er lokahnykkurinn. Og aftur tapar Sigurður 20 stigum. Óheppinn að þurfa að vera fyrstur í þessa braut því að þetta barð er ókleift. Og hann spólar niður svolitlu efni og tekur þarna mesta hrygginn og þessi braut verður betri eftir því sem að á líður. Hann fær aðeins 160 stig, þá er það Gunnar Gunnarsson, götubílaflokki.
krossuðu Gunnar og hans félagar fingur en hann kom bílnum í ganga aftur. Hann treysti sér ekki í þennan halla, 140 stig, komið 830. Ragnar Róbertsson í slag við Gunnar Gunnarsson en orðin talsvert á eftir og enn meira á eftir núna. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson að reyna við enda punktinn í þessari 5. braut. Hann sagði þetta væri fært en hann fær aðeins 210 stig og taki eftir í hvar afturhjólinn lenda. Þarna er bakki sem hann ryður svo niður með sér og gerir brautina nánast algjörlega færa fyrir hvaða bíl sem er. Gunnar Ásgeirsson er næstur og þetta er ekkert mál. 310 stig, 1220 og komin upp í fyrsta sætið, en þá er að sjá hvað Guðmundur Pálsson gerir. Hann leiddi áður en að þessi braut hófst. Þetta á að vera jafn auðvelt fyrir hann. En hann hikar hér augnablik, sest á kviðinn og fær aðeins 190 stig og glutrar niður forskotinu sínu sem hann, viðurkenndi að væri ekki mjög mikið. Daníel Ingimundarson fór þetta léttilega og þá er það Bjarki Reynisson og hann sest á kviðinn hér og má sig hvergi hræra. 40 stig. Og Árni Jens Einarsson, nei. En það gengur örugglega betur næst, 160 stig. Haraldur Pétursson. Já. Ekkert mál, 330 stig, komið 1180 stig og komin upp í annarsæti. Gunnar Ásgeirsson hefur tekið forystuna, Guðmundur Pálsson fjallið þetta niður í 3. sæti. Sigurður Þór og Gísli Gunnar Jónsson berjast 4. sætið. Gunnar Gunnarsson hefur örugga forystu í götubílaflokki. Daníel Ingimundarson þar fyrir aftanan en hann er í sérbúnaflokknum þetta árið. Þá er það 7. braut, síðasta braut fyrir tímabrautina og svo er ein braut eftir og Gunnar Gunnarsson, nei! Hann kemst ekki hér upp, 190 stig. Ragnar Róbertsson gerði sér lítið og fór hér upp og fekk 310 stig. Gísli Gunnar Jónsson, sömuleiðis, upp á fór hann, 330 stig. Gunnar Ásgeirsson gerir þetta vel og 350 stig, fullt úr stiga Guðmundur Pálsson. Já, einnig 350 stig. Daníel Ingimundarson, hann fer hér upp á 300 stig, tapaði 50 stigum og Bjarki Reynisson hikaði augnablik hér og vantaði hraðan til þess að klára þetta, 170 stig. Og Haraldur Pétursson, hann verður að hafa sín 350 stig út úr þessu. Já, það er óbreytt staðan á toppnum. Sigurður Þór Jónsson lendir vittlust inn í gilinu og þar með fara endanlega allir möguleikar hans á verðlaunasæti hér. Aðeins 220 stig á meðan að keppinautarnir voru að taka 350 stig í þessari braut. Sjáðu stöðuna, Gunnar Ásgeirsson leiðir en Haraldur Pétursson annar, Guðmundur Pálsson þriði, Gísli Gunnar kom upp fyrir Sigurður Þór Jónsson, Daníel læddi sér upp fyrir Gunnar Gunnarsson, Ragnar Róbertsson hefur nálgast Gunnar og er núna 140 stigum á eftir honum og þá er það næst síðasta brautin, það er tímabraut, ekkin í 2 hlutum, Gísli Gunnar Jónsson hér í vinstri braut, Gunnar Ásgeirsson í hægri braut. Keppendur voru ræstir inn í þessum pörum, 5 pör fóru af stað og Gísli Gunnar Jónsson náði besta tímanum hér í vinstri brautinni og Gunnar Ásgeirsson kom á miklum hraða í gegnum endamarki en þegar hann lendir þá brotnar hægra hjólið nánast undan bílnum eins og sjá má. Það brotnaði leiðhúsið undan og stýrisendinn, það var ekki meira en við veit ekki hvort við hljótum að redda þessu. Hvað veið margar mínútur? Bara það ég er næstur sko. Ég lít að ná þessu, vonandi. Og hann hefur þann tíma sem að það tekur aðra keppendur að fara sína fyrri ferð og á meðan ekkert kemur fyrir hjá neinum og þá líður tíminn hratt. Sigurður Þór Jónsson hélt hann væri komin út úr braut hér, bakkar, tapar dýrmætum sekúndum og inn í brautina aftur á meðan að Haraldur var að ná ágætistíma í vinstri brautinni. Sigurður Þór óheppinn hér undir lokin í 5., 7. og svo núna í 7. braut. Haraldur með fínan tíma og menn Gunnars Ásgeirssonar kepptust við að reyna að koma bifreiðinni í lag en fljótlega var ljóst að það myndi ekki ganga. Og það var lítið annað að gera en að fá smá faðmlag frá fjölskylduvinni. Gísli Gunnar Jónsson fór því einn af stað í seinni ferðina og samanlagður tími hans í tímabrautinni 42 sekúndur, 58 og náði besta tímanum, fekk 300 stig. Annar bestinn tíminn
féll til Haraldar 44.04 og þriði besti tíminn Ragnar Róbertsson. Og Haraldur með forystu hér eftir að Gunnar Ásgeirsson lenti í þessu óhappi. Hann fékk 50% stiga þess sem að fór hægast í gegnum brautina. Guðmundur Pálsson annar, Gísli Gunnar Jónsson þriði og það var síðasta breyting. Guðmundur Pálsson hafði sest niður og vegið og metið hvert hann ætti að reyna og fórna en ákvað að gera það ekki og fær 200 stig. Haraldur Pétursson næstur, hann veit að hann þarf 220 stig til þess að gulltryggja sigurinn. Og hvað gerist? Haraldur slapp ómeiddur úr þessu og með því að læða afturhjólunum þó þetta hátt þá náði hann í 230 stig og þar með var hann búinn að tryggja sér fyrsta sæti í þessari keppni þó helstu keppinautarnir vættu eftir að fara að undanskildum Guðmundi Pálssyni. Fyrsti sigur í torfærukeppni sumarsins, gulltryggður, 230 stig refsilaust, Sára Sigurður Þór Jónsson og hann ekkert að fórna neinu, orðin það langt á eftir, lauk keppni með 1590 stig. Þá Gísli Gunnar Jónsson og búinn að setja stefnuna á annað sætið. Þar þurfti það bil 300 stig til þess og hann fer hér upp á en hittir ekki endalið og fær hans 210 stig og varð að láta sér linda það að vera ekki í 1 eða 2 og þá það Gunnar Ásgeirsson, það tókst ekki að gera við bílinn og hann mætir hér og ætlar að sýna sér hörku með hjólið hangandi þarna utan á en þó drifkraft á því. Hann á möguleika og hann komin upp í 3. sæti og þá það bara spurningin annarsætið. Ó nei, 230 stig, hann 15 stigum frá öðru sætinu. Hérna að falla úr 1. og niður í 3. í 2 síðustu þrautunum. Það hræðilegt. Gísli Gunnar Jónsson var 4., Haraldur Pétursson sigraði og Gunnar Gunnarsson sigraði í götubílaflokki. Til hamingju með sigurinn. Takk. Tæpt var það tíma? Já, en hafðist. Hvernig finnst þér bílinn vera miðað við það hvernig hann var í fyrra? Hann mjög góður sko, en við erum eftir að laga hann aðeins meira. Það svona smáttur við erum búin að vera dálítið í viðgerðum í dag. Þannig að hann áttur að vera enn betri. Gísli, það lítur út fyrir að þetta verði harðari keppni í sumar heldur en nokkuð tíman áður? Ég ekkert viss það. Það ættir að koma í ljós bara. Þetta byrjaði nokkuð vel hjá þeim, keppinautunum. En byrjaði illa hjá þér? Já, svona frekar. Ég rauninni ekki, þetta var ekkert svo slæmt í rauninni. Það voru 2 þrautir þarna sem voru svolítið slæmar hjá mér. Ekki slæmt segiru en samt bara 4. sæti sem að þýðir það nú kannski að hinir eru þá orðnir betri en þeir voru. Já, nema að ég hafi gert einhver auðlamistök. Nei, þeir eru mjög góðir strákanir. Kom mér óvart. Fekk mjög harða keppni og... Já, Gunnar Gunnarsson sigraði í götubílaflokki, hefur tekið forystuna þar. Það verður örugglega harður slagur í götubílaflokknum eins og í heildarkeppninni. Við verðum hér aftur að vikuliðinni þá með rallycross, meira torfæruna og